Góða kvöldið, góðu gestir, verið velkomin í Akraneshöll á IA TV í samstarfi við Omnis. Örn Arnarsson heiti ég, framundan leikur í 17. umferð í Inkasso-deild kvenna, næstsíðasta umferðin, síðasti heimaleikur IA gegn Aftureldingu Fram. IA situr í 3. sæti og mun enda í 3. sæti, sitja núna þar með 34 stig fyrir þennan leik. Afturelding Fram hins vegar ekki sloppnar við falldraugin, eru í 8. sæti með 14 stig en úrslit í hinum leiknum í dag að fara þannig að liðið fyrir neðan, Hamrarnir í 9. sæti að tapa sem stendur fyrir Keflavík sem núna í þessum tölu orðum að tryggja sig upp í Pepsi-deildinni ári. Þannig að hér rauninni fyrir Skagakonur ekkert annað en stoltið undir, vonaði fylgið okkur alveg til enda. Góða skemmtun. Því sví á milli stjarna, veit að þú þarna. Þú horfir á mig, vilt ég gæti séð þig. Gæti séð þig, vilt ég gæti séð þig. Hvíld í friði. Einar Darri, 18 ára hamingjusamur drengur í blóma lífsins, lést af völdum lyfjaeitrunar þann 25. maí síðastliðinn. Eftir dauðsfall Einars Darra standa vinir og fjölskylda, hundruðir kvenna og karla með nístandi sorg í hjartanu. Ég missti uppeldisbróður minn. Ég missti besta vin 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 minn. Ég missti frænda minn. Ég missti bróður minn. Ég missti systurson minn. Ég missti frænda minn. Ég missti besta vin minn. Ég missti bróður minn. Ég saknaði Einar. Ég missti barnið mitt. Ég missti litla bróður minn. Ég missti son minn. Ég missti barnið mitt. Frændi minn dáinn og ég saknaði hans svo mikið. Við öll mistum Einar Darra og fullt af fleiru fólki. Einar Darri ekki sá eini sem látist hefur vegna misnotkunar á lyfjum á þessu ári. Þvert á móti má rekja tugi dauðsfalla til lyfjamisnotkunar á hverju ári. Dauðsfalla sem snerta líf þúsunda og skilja eftir í sárum. Hugsum okkur tvisvar áður við förum að fikta við lyf eða önnur fíkniefni. Ég á bara eitt líf og þú líka. Já, ég á bara eitt líf. Þeir sem hafa fylgst með okkur í sumar hafa nú svo sem séð þetta myndband áður en góð vísa aldrei oft kveðin. Þetta málefni sem þarf að takast á við á öllum vígstöðum og við bjóðum okkur fram í það verkefni að sjálfsögðu. Við kannski kíkjum snöggt á stöðuna í Inkasso-deildinni. Fylkisstúlkur búnar að tryggja sér farseðil upp í Pepsi-deild og munu berjast toppsæti við Keflavík alveg fram í síðustu umferð. Keflavíkurstúlkur eins og segja að fara í 43 stig núna, síðast ég vissi og það 3-0 lifi gegn Hömrónum. Síðan situr IA í 3. sæti og þær fara hvorki upp niður með 34 stig og Þróttarar sem sitja í 4. sætinu geta ekki náð þeim með 29. 5. sæti sitja Haukar og verða þar með 25 stig. Fjölnir verður í 7. sæti með 21 eða fer hvorki upp niður. Það gætu enda með 24 hins vegar eða 22 eins og glöggir áhorfendur sjá. Já, hvað að gerast hér? Já, komdu sæl. IR-stúlkur sitja síðan í 7. sæti með 17 stig. Afturelding Fram ekki lausar við fallið en það fagna eflaust úrslitunum í Keflavík sem að verða þar. Sitja þar með 14 stig. Hamrarnir geta komist upp fyrir þær í síðustu umferðinni en þær eiga heimaleik gegn Skagastúlkum
sem að hafa náttúrulega enga að keppa og eflaust gera Hamrarnir sér einhverja vonir þann leik, en Sindri nokkuð samfærandi neðstar með 4 stig. Nú ef við kíkjum á byrjunarlið IA í dag, þá sem fyrr í markinu númer 1 Tori Ornella, í 4 manna varnarlínu númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, númer 3 Snædís Lóadóttir, númer 21 Eva María Jónsdóttir og númer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir. Fyrir framan þær aftust á miðjunni Fríða Halldórsdóttir og þar fyrir framan Heiðrún Sara Guðmundsdóttir og Karen Þórisdóttir. Síðan 3 manna framlína Bergdís Fanney Einarsdóttir með 14 mörk í deildinni og Maren Leósdóttir og Unnur Ír Haraldsdóttir fyrirliði sem einnig með 14 mörk í deildinni, og eflaust eru þær eitthvað svona, ja, ég ímynda með það að þær séu í svona smá innbyrðis keppni, víst að þetta tímabil verður hvorki betra en verra en það er, þannig að það verður ábyggilega svona montrétturinn hjá þeim hvor þeirra endar marka herri. En á bekknum Anita Ólafsdóttir varamarkmaður nummer 12, aðrar á bekknum eru nummer 5 Ásta María Búadóttir, nummer 14 Róberta Lilja Ísolsdóttir, 15 Klara Kristinsdóttir, nummer 19 Sigrún Eva Sigurðardóttir, nummer 24 Aldi Silva Heimisdóttir og nummer 29 Erla Karitas Jóhannesdóttir, þjálfari Helena Ólafsdóttir. Því miður höfum við nú ekki uppstillinguna, taktíska uppstillingu á liði ungmennafélags Afturheldingar og Fram, en þær 11 sem hefja leikinn eru nummer 12 í markinu Cecilia Rúnarsdóttir, aðri leikmenn nummer 3 Inga Laufey Ágústsdóttir, nummer 5 Samira Súleman, nummer 7 Valdís Ósk Sigurðardóttir fyrirliði, nummer 8 Gunnhildur Ómarsdóttir, nummer 9 Margrét Regína Gretarsdóttir, nummer 10 Sigríður Þóra Birgisdóttir, nummer 16 Eva Rut Ástórsdóttir, nummer 18 Stefania Valdimarsdóttir, nummer 20 Janet Egir og nummer 24 Lovísa Mjöll Guðmundsdóttir. Á varamannabekknum hjá þeim í kvöld er nummer 2 Selma Rut Gestsdóttir, nummer 6 Anna Pálína Sigurðardóttir, 11 Sara Dögg Ástórsdóttir, nummer 15 Ólína Sif Hilmarsdóttir, nummer 19 Marsí Dröfn Jónsdóttir, nummer 23 Guðrún Elisabeth Björgvinsdóttir, nummer 25 Hafrún Rakel Halldórsdóttir og þjálfari er Július Ármann Júliusson. Þannig að já, þetta búið að vera svona sveiflukent sumar í kvennaboltanum, skemmtilegt á köflum en hafa komið slæmir kaflarinn á milli, og en því má þó ekki gleyma að þetta tímabil er framför í stigumtalið og sætumtalið síðan í fyrra, og það er væntanlega það sem að menn er að horfa á alla jafna í boltanum, og ágætis veganesti inn í komandi ár. Liðið fyrst og fremst skipað heimamönnum í ár, heimakonum, og það er akkurat þannig sem að allavega ég vil sjá það. Vissulega aðkeyptur markvörður en aðri leikmenn uppaldir skagamenn. Nú svona sem til marks það sem að svona bjarta framtíð hjá IA í kvennaboltanum, að þriðjaflokks liðið okkar þreflokki kvenna spilaði til úrslita í Íslandsmóti í gær og að sjálfsögðu í beinni útsendingu á IA TV, en þar töpuðu þær fyrir Val 2-0. En sannarlega frábær árangur hjá þeim, þannig að, og það er einmitt hafa verið margar af þeim hópi að spila í sumar, þannig að það er efniviður í kvennaboltanum hérna á Akranesi, ekki nokkur einasta spurning. En nú hefst biðin langa eftir því að leikurinn hefjist, og það er alveg spurning hvort að ég gef ykkur bara smá svona pásu frá röddinni minni á meðan við hingurum eftir því. Þá skoðum við, sjáum hverjir dæma leikinn og svona, þannig að það er margt spennandi framundan.
Jæja, þá eru leikmenn búinir að raða sér upp og aðstofadómarinn gerir stutta liðskönnun á liði Afturhellinga Fram sem að þær fóru ekki til búningsklefa fyrir leik og það er bara næsta skref að sjá hverju vinna hlutgestið. Hér heilsáðsleikmenn í mesta bróðurni, já, systrarni væri sennilega réttar að segja. Skagastúlkur virðast vel stemdar fyrir leikinn. Það er það sem við viljum sjá. Þá er það uppkastið. Dómari leiksins í dag er Gylfi Tryggvason, honum til aðstoðar Jakub Martin Róg og Tómas Pjótr Tsital. Og þá fær Unnur að velja völl og þá hefja Afturheldingar stúlkur leikinn. Óskum dómarum leiksins góðs gengis og hvetjum ykkur jafnframt sem að eruð að horfa að taka nú slóðina að þessu streymi okkar og deila því með ykkar nánustu, sem allavega þeim sem að þið teldu líklegt að myndu vilja sjá þennan leik, hvort sem að þið búið á Akranesi eða brottfluttir Akranesingar nú eða búsett í Mosfellsbænum eða Reykjavík. En þá er þetta bara að bresta á, eins og ég fyrr sagði, Afturhelding með fyrstu spyrnuna og það er Samira Suleiman sem að tekur hana. Ég vonast eftir mörkum hér í kvöld, ekki nokkuð spurning. Þá er allt að verða tilbúið og leikurinn getur hafist. Samira hefur þetta, þær spila tilbaka. Skalið pressar, Fanney pressar þetta í innkast. Áhorfendur enn að streyma hér í hús. Hennan á Skalið, boltinn af Stefaníu. Sandra með innkastið á Heiðrúnu, hún er að halda þessu inn á. Janet spyrnir frá. Stefaníu nær að taka með sér, Fríða lætur hann ekki í friði. Samira kemur einn út til hægri. Þar er Lovísa Mjöll, missir boltan. Fanney leggur af stað upp í vinstra hornið, kemst fram hjá Gunnhildi. Nær hún fyrirgjöfinni? Nei, Gunnhildur var hann að koma tilbaka, fekk aðstóð frá Janet Egir. Skagakonur byrjaði hérna af krafti, kemur langt innkast og boltinn dettur í teginn. Það er reynsað þetta frá. Fríða reynir að taka niður, nær nú ekki valda boltanum. Sandra kemur til bjargar og sætist tilbaka á Dori. Boltinn út á Fanney hérna til vinstri, hún finnur Marini.
Maren aftur, reynir að finna Fanneyju aðeins fyrir aftan hana. Maren Leónsdóttir búin að vera passívari í markaskorun í sumar heldur hún var í fyrra. Það kannski svona einn af neikvæðu punktunum á þessu tímabili. En hún svo sem rökk í gang hérna fyrir fáinum vikum síðan. Þessi tveir leikir í gangi á Íslandi í dag í fótboltanum. Það er að segja Keflavík Hamrarnir og þessi leikur hér. Og bræður okkar í Keflavík TV eru með hann í beinni einnig. Fríða kemur þessu frá en Fanney nær ekki. Mikil barátta hérna í horninu. Sandra fær hann síðan og hreinsar hann fram á við. Janet skallar þetta á Lovísu. Heiðrún situr á hann að pressu. Boltinn er ennþá inn á. Heiðrún tilbaka á Sædísi. En það er hins vegar mikið að fótbolta í Evrópu svo sem og allan heim. Keflavíkurstúlkur eru að vinna 5-0 þegar mínúta er eftir að venjulega leiktíma. Og við óskum þeim að sjálfsögðu til hamingju með sæti sitt í Pepsi-deildinni. Eru vel að því komnar, búin að vera virkilega góðar í sumar. En eins og ég segi, það er verið að spila í þjóðadeildinni og þar er kannski stærsti leikurinn Portugal-Ítalía. Við kannski uppfærum ykkur með stöðun í honum. En stöðu uppfærslunar fáum við að sjálfsögðu frá úrslit.net sem er besta vefsíða í heimi. Og koma keflingar löng sending hérna yfir á Sigríði Þóru en Sandra sér við henni. Fanney lítur upp og það er miskilningur en Heiðrún ætlar að elta. Cecilia hreinsar frá. Alltinn út til vinstri á Everud. Eva fær hann aftur. Skiptir hérna inn á Stefaníu sem er við það að sleppa í gegn. Undir mikill pressu, hún er hörð af sér hérna og vinnur hotspinnu. Frábærlega gert hjá henni. Stefanía Valdimarsdóttir var hérna með Evu Maríu og Sædísi í togi hreinlega. Löglegu togi þó. Fyrsta hotspinna leiksins. Sýndist að vera Stefanía sem að tekur hana. Þetta er hárbolti inn á marktegin. Sædís skallar hann upp í loftið. Fanney framlengir þetta. Hér kemur skot að bjarga á marklínu. Sandra ver hérna skot frá Janet Egir. Höfðnægilega hælum. Og Lovísa er að vinna hérna hvað aðra hotspinnu. Já, Skagastúlkum hefur svo sem gengið erfilega í sumar að verjast þessum föstu laukadriðum sem að er svona nett áhyggjuefni. Þá kemur önnur hotspinnan hérna. Þessi er fasturinn á nærsvæði beint í fangi á Tori. Örugg hérna. Afturhending vinnur hennan aftur. Stingur sending í áttina Stefaníu Valdimarsdóttir. Hún er á vinnalega. Og Tori kemur honum hérna út á Sædísi. Sædís með langan upp í vinstra horni. Heiðrún Sara er þar á auðum sjó. Undir pressu frá Lovísu. Tilbaka á Fanneyju sem að nær ekki valda á boltanum. Sigríður Þóra tilbaka á Janet. Hún tekur snúning heilring. Lovísa, Sigríður Þóra
Þetta mikið til pressur á Fanney, hún kemur henni aftur á Janet. Boltinn tilbaka, hreinsa frá, Fríða er þar. Finnur ekki Karini eins og hún var að reyna. Unnur Ýr leggur á stað í pressuna á Ingu. Fríða á Karini. Hún er að snúa, Finnur, Unni. Unnur á Marini, hún reynir sendingu upp í hotnið á Karini Þórsdóttur sem að þar er. Og hún er komið með boltan. Tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur leitar inn á völlin. Gríðarleg pressa, gríðarleg barátta hérna í báðum liðum. Fríða út á Söndru. Sandra nær að halda þessu inn á Fanney, aftur á Söndru, þetta er vel spilað. Sandra reynir að finna Fanney aftur sem að nær honum með harfylgi en þó ekki. Janet ber boltan út úr vörninni. Stefania á Samíru. Samíra aftur á Stefáníu, þetta er ágætlega að spila hjá þeim. Eva María verst þessu vel og markspyrna dæmd. Frændur okkar Svíjar komnir yfir gegn Tyrkjum. Gaman að segja frá því. Fyrri leik þessara liða lauk með 2-2 jafntefli í Mosfellsbænum. Samíra sem að liðið Afturhaldningar Fram komst yfir 1-0. Bergdís Fanney skoraði síðan 2 fyrir Skagan en hún að vinna Skagakonur boltan löglega og þær eru hérna 5-4. Fríða hins vegar situr eftir, býður Fanney út á vinstri kanti, kemur meðan háan fyrir. Unnur Ýr er á fjærstönginni. Unnur Ýr að koma sér í skotfæri en þetta er í varnarmann og aftur fyrir. Þetta var vel spilað. Kemur hotspyrnan, það er Fanney, þetta er hátt á fjærstöngin, það er Eva María skallar hana fyrir markið, þetta er rétt, nei, yfir markið. Þetta var fínt færi hjá Skagakonum, fyrsta marktilraun þeirra. En eins og áður sagði þá er Unnur Ýr með 14 mörk eins og Bergdís Fanney. Báðar eftir 17 leiki. Þetta er þeirra 17. leikur, Heiðrún Sara síðan næst með 5 mörk. Hér er Samíra við það að sleppi gegn, Eva María sér við henni. Kemur hún á Tori sem að hreinsa þetta fram á Karini sem að er með bakið í markið, aftur tilbaka á Sædísi. Sædís náttúrulega sjálfsögðu ekki Skagakona. Þannig að þær eru 2 í liðinu í dag sem að eru ekki uppaldar hér á Akranesi. Kom á miðju sumri frá FH ef ég man rétt. Stelbur, þið verður ekki með tíma því að fá boltan. Stefania með innkastið. Pennur Sigríði Þóru en hún er ekki að fleyta þess áfram. Maren er hérna með Gunnhildi í bakinu. Heiðrún Sara með misefna sendingu eða hvað? Jú, Valdís Ósk kemur þessu fram á við en Skagakonur búin að vinna hann aftur. Maren að fá hann hérna úti að hægra megin. Nær hún að snúa sér varnamann? Nei. Fín vörn þarna hjá Valdísi. Kemur þessi innkast. Karen flyttir þessu á Marini sem er dæmd rangstæð.
leik lokið í Keflavík. Það eflaust fagnadátt núna þó að einn leikur sé eftir. Cecilia spilnir frá marki, Fríða vinnur skallan, Samíra tekur frákastið. Heiðrún á Unni sem núna búin að skipta kantið. Fanney Unnur fær hann aftur hérna, notar hérna Gunnhildi sem batta, kemur honum fyrir. Janet fyrir Sigríður. Samíra, Sigríður, finnur Stefaníu, hún á Samíra, þetta vel spilað hjá þeim. Hún skiptir yfir til vinstri. Þar Eva Rut, en Hrafnhildur Arín rekur hana tilbaka. Inga Laufey síðan með langan bolta sem Eva María skallar frá beint á Unni Ír. Unnur stingur í áttina að Marinni en Janet gríðarlega snögg hérna. Marin á ekkert í hana hérna í sprettinum og boltinn upp í loft. Sædís ber boltan hérna upp á Fríðu, hún út á kantinn. Það Sandra inn á teig eða í áttategnum. Janet skallar þetta frá, fín barátti á Karinni. Sigríður enda með boltan hérna, leggur á stað. Karin pressar á hana, stungusending hérna á Stefaníu. Sædís reynsar þetta bara í burtu. Það sem við köllum no nonsense vörn. Kann eiginlega ekki að segja það á íslensku. Það er svona hljómar dónalega á ylhýrunni. Kemur innkastir á Lovísu. Janet með sendinguna, hérna finnur Samíru, Eva María í bakinn á henni og Fríða kemur síðan í hjálpavörn. Frábær pressa hins vegar hjá Margréti og fyrirgjöfin á fjær, en þar engin. Sandra hefur nú að mátt láta þennan bara fara. Þarna kvartar Sandra yfir því að hún hefði ekki fengið neinn skilaboð um eitt en eitt. Hún hélt eflust að hún væri undir meiri pressun og var. Boltinn inn á teginn, Heiðrún reynsar frá. Maren með eina í bakinu, sterk hafanda. Fríða út til hægri, vinstri gengur ekki. Lovísa með sendingu sem að Hrafnhildur reynsar frá. Fanney nær að halda boltanum, vel gert hjá Fanneyju og það er brotið á henni, aukaspyrna dæmd. En ég verði að segja það bara alveg svo er að eins og þessar fyrstu 15 mínútur hafa verið, að þá er ekki að sjá þennan mun sem að stöðutablan sýnir á þessum tveimur liðum. Það var með langan boltinn á teig, hann skallaður upp í loftið. Það ná að reynsa síðan. Eva Rut vinnur boltan. Janet reynsar þetta frá. Sandra skallar hann tilbaka. Karin tekur hann á kassan, pressað á hana. Stefania, Sigríður nær ekki valda boltanum. Sandra vinnur innkastið. Sandra kastar upp eitt í línunni og vinnur annað innkast. Ágætlega mætt í höllina á venju. Lovísa skallar þetta frá.
Stefania með langan bolta fram á við, þar engin önnur en Hrafnhildur Arín. Karen stingur upp í hægra hornið. Fanney í mikilli baráttu, en Inga Laufi kemur þessu í innkast. Fínvörðnafna hjá Margréti og síðan dæmd aukaspyrna. Þessi sending út fyrir og Skagakonur eiga innkast. Það tók okkur sárt Skagamenn að horfa á Káramenn missa nánast af lestinni í annarri deildinni í gær, en hér að myndast hætta hjá Skagakonum. Heiðrún með fyrirgjöfina, Kings hérna í hreinsuninni, en það bjargast. Margrét þá Eva fram á Samíru. Samíra herfa tilbaka undir pressu frá Evu Maríu, hún heldur boltanum, ekki dæmt hins vegar. Maren stígur hennar séðan út, þvílík barátta hérna. Stefania vinnur boltan tilbaka, Margrét og Gunnhildur séðan með sendingu upp í vinstra hornið og þar dæmt rangstaða á Everud. Já, þarna bjóst ég nú alveg við að þið dæmt á Evu Maríu, verði að viðurkenna. En aðstoðardómarinn í góðri aðstöðu til að sjá þetta. Algjörlega með þetta á hreinu. Þá kemur Tori með spyrnuna upp eftir hægri kantinum. En afturhildingin að verjast þessu mjög vel. Hrafnhildur fram á við. Og Unnur Ýr pressar og það pressa. Unnur Ýr komið með boltan, það missir hann aftur. Erfitt að lýsa þessu, boltinn skiptir já, ekki hendur en fætur mjög ört. Svona gefur svolítið til kynna hvers konar leik við erum að horfa á hérna. Fríða þetta er of óþolinmóðar, finnst mér, fyrir að gefa sér betri tíma. Það eru of mikið að flýta sér á köflum, koma með einhverjar úrslitasendingar á röngum augnablikum. Karen pressar stíft á hana hérna. Þetta enda með innkasti. Samíra að sleppa í gegn hérna. Sædís í varatekningunni og nær að komast fyrir. Sandra fram á Marinni. Marin er að snúa, stingur síðan á Unni sem er lögð á stað, en hessir aðeins og innanlega og Cecilia kemur út og tekur hann. Já, aðeins að minna á að þær eru hættulegar í skyndisóknunum. Heiðrún á Fanneyju sem að reynir snúningin, tekst ekki nógu vel. Sandra sér hérna Unni sem að fleytir honum áfram. Heiðrún eldir, en Margrét Regína las þetta. Sandra á Unni. Unnur reynir að finna Fanneyju. Karen leggur hann tilbaka á Fríðu sem að langar í skotið og lætur vaða, en þetta er oflaust og Cecilia ekki nokkrum vandræðum með þetta skot.
Cecilia Rán, 15 ára á þessu ári. Maren það ná að verjast þessu vel. Heiðrún tilbaka á Söndru. Sandra á Fanneyju leggur svo staðu upp í horni, en hér kemur fyrirgjöfin yfir Marinni og boltinn rekkur af Ingulaufi. Núna var hann heppinn og boltinn sé aftur fyrir Marinni Leósdóttur. Fanney nær ekki valdi á þessum bolta. Sigríður gerir það. Samíra komið með hann, en gríðarleg barátta hérna og róaður þetta aðeins. Boltinn tilbaka á Tori. Sending hérna fram á Heiðrúnu, hún er erfið. Nei, það er afturheldingu dæmt þetta innkast. Þvílík barátta. Ég vil nú hrósa dómara leiksins fyrir það. Hann leyfir þessu að fljóta vel, leyfir þeim að takast á. Sandra tilbaka á Tori. Það pressa ekki á hana. Reyna frekar að loka á sendingarleiðirnar, en Sædís fær hann hérna, leggur af stað. Finnur Karinni. Karin síðan upp í hornið. Fanney að elta. Janet gríðarlega fljót og Skagakonur finna innkast. Hann á að hreinsa þetta frá. Það hafa varist sóknaraðgerðum Skagakvenna mjög vel. Kemur Sigríður, skiptir yfir til vinstri, en þessi sending ekki góð. Hrafnhildur á Marinni. Unni langa að fara í hlaupið en sneri við. Unnur rekin tilbaka. Eva María síðan fram á við í áttina að Marinni, en sendingin ekki nákvæm. Það er dæmt bakhrending á Margréti. Já, Helena óskar eftir meiri baráttu. En þá kemur væntanlega aukaspyrna hérna inn á teig. Maren Leósdóttir lætur vaða. Það er ná að verjast þessu. Fanney kemur tilbaka á vinnuboltan, finnur Marinni. Maren fram á Karinni. Karen á Unni. Ágætlega spila núna Maren síðan með stungusendinguna. Það er að verjast þessu vel. Og hér kemur skot frá Karinni að löngu færi. Það er vel framhjá. og 5 mínútur liðnar og markalaust. Fanney vinnur hennar skallabolta. Sædís losar þetta út af. Já, það styttist í fótboltasumrinu í annan endan. Sennilega ekki nema ein bein útsending hjá okkur frá meistaraflokkunum í sumar, en óvíst ennþá hvað það verður, því að bæði Kári og Ía eiga heimaleik í síðustu umferð í sínum deildum, bæði annari deild og inkassodeild kalla, og þeir tvei leikir á sama tíma, annar hérna í höllinni, hinn út á velli, og
Þannig að það allsendis óvíst hvað við gerum þá, en við munum að sjálfsögðu auglýsa það þegar það kemur. Það svona að einhverju leyti háð því hvað Stöðvar Sport ætlar að gera varðandi leik ÍA og Þróttar. En framundan síðan hjá okkur körfuboltatímabilið sem að væntanlega hefst í lok október, byrjun nóvember, og síðan vitum við ekkert hvort að það einhverju fleiri aðri viðburðir sem að bíða okkar. Við erum bara opnir fyrir því og spenntir að takast á við ný verkefni. En þessi útsending svo 54. frá íþróttaviðburði á Akranesi á þessu almanaks ári, og það gerir vel rúmlega tvær á viku, ef ekki 3 að jafnaði. Og það bara okkur finnst bara ágætlega gaman þegar það nóg að gera. En hér mögulega hætta hjá Skagakonum. Boltinn dettur hérna út fyrir tegin á Heiðrúnu sem að lætur vaða. Stefania liggur eftir, en stendur síðan upp hérna. Sandra yfir á Marinni, hún út á Unnur inn á tegin. Hér Maren á auður, nei, það Janet nær að verjast þessu fimmlega hérna, en Unnur með boltan yfir á fjær, aðeins yfir Söndru. Fanney nær á þessum, já, hún gerir það. Vinnur hornspyrnu. Þarna var rökk boltinn skyndilega til Marina Leósdóttur sem var í ágætis stöðu, en Janet velvakandi og náði að loka á hana áður en hún komst í skotið. Kemur Maren Leósdóttir með hornspyrnu fyrir Skagan. Þessi inn á vítapunkt. Það ná að hreinsa þetta frá. Allt lið afturöldinga fram inn í tegnum. Þannig að Hrafnhildur hérna með nógan tíma. Lengirinn hérna á Fanneyju. Það ná að koma hans aftur frá, en Skagalið er að halda boltanum. Karen síðan í skotið og Cecilia velvakandi. Fínt skot hjá Karinni. En Cecilia Rúnarsdóttir 15 ára, stór og stæðileg, velvakandi, og varði þetta án nokkur á andra. Margrét út á Eva skiptir yfir á Sigríði. Sædís kemur þessu frá, aðeins að opnast núna. Maren ekki dæmt, þannig að Maren kvartaði svo sem ekki, en hér hins vegar dæmd aukaspyrna á Sædísi. Þrautarna á Stefáníu og aukaspyrna á ákjósanlegum stað fyrir gestina. Þeirra hálftími liðinn. Janet lemma sér inn á tegin hérna. Hún nú ekki hávaxnasti leikmaðurinn í liðinu, en Stinn hárinn á teig. Þarna fall einhverju við, skot í slá. Ég sá ekki hver það var. Kom einn á ferðinni og aftur nei, hér Samira á auðum sjó. Tori næra ekki að verja þetta. Samira Suleman kemur gestunum yfir 1-0. Samira Suleman á 31. mínútu. Já, nú verða heimakonur að vakna. Takk hérlega fyrir
Við fáum staðfesting á því. Og það er ekki hægt að segja að þetta sé óverðskuldað því að þær hafa verið hættulegri, skapa sér hættulegri færi og verið nærði að skora fram að þessu. Þannig að við núna auglýsum við eftir bara svari frá heimakonum að við ljúkum þessu tímabili með sæmd. Maren kemur honum hérna fram á við á Unni. Unnur kemur honum fyrir, Heiðrún kemur á hlaupinu, það er ná að vera undan í boltan. Fanney í mikilli baráttu, það gefa þetta ekkert eftir. Karen í skotið og það er yfir markið. Gat ekki betur síðan að bæði lið væri að kvarta hérna í dómaranum, en þetta var, það sér maður allavega viljan hjá þeim gulu. Það ætla ekki að gefa þetta eftir. Silja spilni frá, Fríða skallar hann fram á við, Heiðrún út á Söndru. Sandra vantar hjálp, reynir skiptinguna en er ekki með á nótunum þeim einn. Hrafnhildur tilbaka á Evu. Slök sending hjá Samíru. Fanney síðan með slaka sendingu einnig. Já, og Janet ákveður að slást í hópinn með slaka sendingu hérna út fyrir. Það skapaðist einhver stemming fyrir slökum sendingum hann að augnablik, en við vonum að það lagist nú. Sædís kemur hérna fram í boltan, Fríða tilbaka á Evu. Eva skiptir yfir til vinstri. Lovísa skallar frá, Fanney finnur síðan Heiðrúnu. Heiðrún reynir fyrirgjöfina, beint í Lovísu og út fyrir. Heiðrún kastar hérna inn á Kareni sem að leggur hann tilbaka. Heiðrún kemur sér fram fyrir einn varnarmann. Karen reynir snúninginn, heldur boltanum, missir hann aftur en gefur það ekkert eftir og pressar og vinnur innkast. Herdís Fanney Einarsdóttir tekur innkastið og Fríða í baráttunni, nær ekki til boltans. Sigríður reynsar frá, Heiðrún tekur hann niður, tilbaka á Sædísi. Sædís yfir til hægri, þar er Unnur. Slæma sendingu tilbaka á Fríðu. Samíra kemur og sækir hann, Margrét. Ingalöfi tilbaka. Stefania með langan bolta hérna, Samíra að komast, nei, Eva næra trufla hana nóg til þess að skoti var máttlaust. Fanney stingur, Janet les þetta og heldur boltanum undir pressu frá Marinni. Sandra skallar fram á við, Heiðrún sem er hægt að spila með hjálminn, sýnist mér. Sædís fær að koma hérna upp með boltan, slök sending frá henni. Gunnhildur hýrt hann nokkuð auðvitað hérna. Sandra skallar hann upp í lofti, Eva María. Sigríður kemur honum á Samíru en Fríða lætur hann ekki í friði. Hrafnhildur á Unni, aftur á Hrafnhildi, finnur Marinni út í hægra megin. Maren reynir að pota hérna fram á Unni, boltinn út fyrir. Karen missir hann frá sér, nær nánast að komast í hann aftur. Þeir eru ná að skapa smá pressu núna á gestina. Ómögulegt að vita hvort að það hefur haft einhver áhrif á Skagakonur að vita úrslitin í Keflavík, en þau þurftu nú svo sem ekki að koma óvart. Þannig að Sandra inn á tegin,
Boltinn hérna á Unnur á vinstri fótunum, kemur honum að Mareni. Þetta er þröngt. Fríða gerir vel. Sem er tilbaka, Eva alla leið tilbaka á Tori. Sædís reynir sendingun upp í vinstra hornið. Sigríður heldur boltanum, reynir sendingu fram á Stefaníu, gengur ekki. Heiðrún fær tíma til að snúa hérna, finnur Söndru. Heiðrún á Kareni, Karen nær að snúa hérna undir pressu. Unnur kemst fram hjá Evu, að ná að prjóna sinn á tegin, en þar er Eva Rutt til varnar. Nei, það er ekkert Eva Rutt. Maldís Ósk. Kemur langur bolti fram, en Tori kemur vel út úr markinu. Heiðrún, þetta er ágætlega spilað hjá Ía núna síðustu mínúturnar. Mun betra. Fanney ennþá með boltan, reynir að snúa á Lovísu, gengur ekki. Lofís er búinn að ná að halda vel aftur að Fanney í dag. Sandra á Mareni, hún er með Janet í bakinu, en hún er sterk í þessari stöðu. Fanney ekki alveg viss hvað hann ætla að gera þarna. Sandra reynir að finna Mareni, tekst ekki. Fanney reynir líka að finna Mareni. Janet er á undan. Gríðarlega íþróttamannsleg í öllum líkamsburðum. Kvik og sterk þrátt fyrir litla hæð. Kemur langur bolti inn á teginn, þar er Fanney, kemst hún í hann, já hún gerir það, kemur hún fyrir markið, þar er Karen, missir á honum. Hrafnhildur Arín út á Kareni sem nær ekki valdaboltanum. Já, það er verjast fimmlega enn sem komið er gestirnir. Hrafnhildur kastar, Margrét kemur þessu frá, fyrirgjöfum frá Kareni og boltinn við það að detta hana með Heiðrúnu. Samíra út á Sigríði, þá koma gestirnir á flegiferð. Sigríður, Sandra pressar hann inn á miðuna og síðan kemur erfið sending. Þetta er ekki búið. Fríða, Fríða kemur þessu frá. Frábær barátta hana hjá Gunnhildi Ómarsdóttur. En Skagakonur hins vegar komna með boltan aftur. Fríða á Söndru, tilbaka á Sædísi. Það er ákveðni í því sem það er að gera, en það er ekki að ná að skila árangri. Boltinn hérna til vinstri, hægri fyrirgefið Sandra. Hirðir hann bara og tilbaka á Tori þegar 4 mínútur er eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Sædís á Fríðu, Fríða upp í hornið, en þar er enginn í hlaupinu. Fanney hins vegar tekur frákasti hérna. Fín pressa frá Gunnhildi, en Fanney vinnur hann af henni aftur og reynir skotið, en Janet er mætt. Kemst fyrir það Lovísa. Þarna er leikurinn látin halda áfram. Þarna var klálega brotið á Stefaníu. Sandra fór í baki á henni, en eftirhelding fram með boltan. Kemur síðan hérna löng sending yfir til vinstri. Tori út úr markinu og hreinsar þetta frá.
Nú það hlutverk í að verjast. Hann var náða að byggja upp þokkalega pressu. Samira með Evu Marí í bakinu og hún nær að vinna hornspyrnu. Þær hafa heillað mig. Það eiga góðan leik, margar af úr liði gestanna. Kemur hornspyrnan. Hárbolti út í teiginn og Janet nær skallanum, en þarna er búið að dæma bakhrendingu. Gaman að sjá okkar menn í Fram-TV að horfa. Bara bjóðum ykkur að njóta. Tori með langan bolta í áttina Marinni. Valdís Ósk allar þetta frá. Unnur ekki samherja, en pressan ber árangur og Unnur er hérna á flegiferð. Heldur þessu inn á eða hvað? Já, hún gerir það og reynir fyrir gjöf, en Valdís er fyrir. Valdís hreinsar hann bara á Fríðu. Heiðrún nær ekki að koma honum hérna yfir til vinstri. Hún finnur þá hægri kantinn. Hrafnhildur Arín með háan inn á áttinnategnum. Karen finnur boltan. Heiðrún síðan í átt að marki. Janet skalla frá og finnur Samíru. Samíra fær boltan aftur. Hér aftur í móti missir Gunnhildur boltan illa. Fanney. Finn reynir hérna stungusendingu á Unni, en það ber ekki árangur. Og Cecilia róar þetta niður. Spyrnir síðan frá marki sínu. Hrafnhildur við það missa hann yfir sig. Nær að bjarga þessu. Heiðrún og Margrét í baráttunni. Maren vinnur síðan boltan tilbaka á Hrafnhildi. Hún á Heiðrúnu. Karen, Maren, þetta er vel spilað. Valdís les þessa sendingu sem ætluð var Unni. Og þá er flautað til loka fyrri hálfleiks. Staðan 1-0. Þegar að leikmenn ganga til, annað lið gengur til búningsherbergja, hitt fer á varamannabekkin. Samira Súleman, mark hennar á 31. mínútu, skilur liðin að. Ekki hægt að segja annað en að þetta sé hreinlega bara verðskulduð forysta. Þær hafa ógnað marki Skagakvenna mun meira heldur en Skagakonur hafa ógnað þeirra marki, þannig að en við vonumst eftir betri frammistöðu heimaliðsins. Við erum ekki hlutlausar en svo að við óskum eftir því, en við tökum okkur hlé líkt og leikmenn í cirka 15 mínútur, þannig að þið skuluð ekki fara langt.
Jæja, verið velkomin með okkur aftur á IA TV í samstarfi Omnis og Akranesi. Örn Arnarsson heiti ég, framundan síðari hálfleikur í leik IA og afturheldingar Fram í Inkasso-deild kvenna. Þessi leikur eins og áður hefur komið fram í næst síðustu umferð, síðasti heimaleikur Skaga kvenna og þær eru að elta og það er reyndar þessi staða í leiknum gerir það að verkum að gestirnir mundu tryggja sér tilverurétt sinn í Inkasso-deildinni að ári með þessum sigri og jafnvel með einu stigi gætu þær gert það líka því að þær eru fyrir þennan leik 2 stigum fyrir ofan lið Hamrana frá Akureyri en það er skipting hjá afturheldingu Fram og sennilega er það Stefania Valdimarsdóttir sem að fer að velli og í hennar stað kemur leikmann nr. 25 Hafrún Rakel Halldórsdóttir. Bjóðum við hana velkona en þá er þetta farið á stað. Það verður fróðlegt að sjá hvort að Skagalið mætir örlítið ákveðnara og svona beittara fram á við því að þeim hefur gengið illa að brjóta vörn afturheldingar á afturheldingar Fram, svo við segjum þetta rétt. Það er ekki þjált nafn en eins og þeir vita sem að horfa á fyrir hálfleikinn að þá voru sóknar aðgerðir og færi gestana mun betri og í rauninni Skagakonur nokkuð heppnar að vera ekki meir en einu marki undir í hálfleik. En hér kemur boltinn inn á tegin, Heiðrún er að taka með sér á kassan og Heiðrún Sara skorar! Heiðrún Sara Guðmundsdóttir á 47. mínútu. Já, þetta var akkurat startið sem við vildum sjá á þessum síðari hálfleik. Heiðrún Sara skora sitt 7. mark í deildinni í sumar og hún er helsátt með það. Já, þetta er sannarlega frábær byrjun hérna á síðari hálfleik. Gerði þetta virkilega vel, tóka með sér á kassanum inn fyrir vörnina og nú getur hreinlega allt gerst í þessum leik. Maren á Fanneyju aftur og Fanney síðan með langan yfir til hægri, þar Unnur nær ekki að taka með sér og Cecilia hreinsar þetta frá en Fríða misregnar hana aðeins. Eva María velvakandi, Karen út til hægri og þar er Inga Laufey og setur hann tilbaka á Cecíliu, en kornunga markmann gestana. Hafrún undir pressu, Lovísa enn sem komið er að þá þýðir þetta að sko markatala afturheldingar er þannig að þeir meiri sig að komast upp sæti þó að staðan nægi fyrirgefi. Það er ekki búið að uppfæra markaskoriðin á bestu heimasíðu á Íslandi en markatala er það miklu betri en Hamrana að jafnteflið dugir þeim alveg klálega sama hvernig leikirnir í síðustu umferðinni fara og munar þar 18 mörkum og eins og ég segi, ég man ekki betur en að loka leikur Hamrana sé einmitt gegn IA á Akureyri. En hér koma gestirnir, boltinn upp í hornið á Margréti. Fríða gerir gríðarlega vel og vinnur markspyrnu.
Síðasti leikur Afturheldingar Fram gegn Sindra þannig að á heimavelli, þannig að það nánast gerðnelt að þær halda sætið sínu í deildinu nánast hvernig sem þessi leikur fer með fullri virðingu fyrir Sindrastúlkum. Nú skjóta ég að Portugal þegar korter eftir að vinna Ítalíu 1-0 en alþjóðlegur fótbolti bliknar í samanburði við íslenskan bolta hérna í beinni hjá okkur. Það kólnar í höllinni sem að líður á kvöldið en stelpunum ekki kalt. Vel gert hérna hjá Everud, missir hins vegar boltan. Fríða og Hrafnhildur upp í hægra horni en Maren, að misskilningur þeirra á milli. Maren var að bjóða sig til hennar. Margrét á Ingu Laufey og Maren botar þess út fyrir. En miðað við spilamennsku gestana hér í kvöld að þá finnst mér hálf undarlegt að þær séu þeirri stöðu sem þær eru í svona undir lok tímabilsins. Nú veit ég ekki hvort að hafa orðið miklar leikmannabreitingar hjá þeim eftir sem að liðið hefur á. Hér að skapast hætta. Fríða hreinsar upp og Unnur kemur honum á Karini. Eva með langan bolta sem að Maren nær ekki til. Hér hotspinna sem að Skagakonur vinna. Afturhelding Fram hóf leiktíðina á tapi 1-0 tapi fyrir mögulegum verðandi deildameisturum Fylkis 1-0. Gerði síðan jafntefli við Hamrana í annar umferð 1-1. Svo jafntefli við Hauka 1-1, svo jafntefli við IR 1-1, þannig að þær hafa verið í jöfnum leikjum. Kemur boltinn inn á teiginn, það skalla frá. Sandra kemur þessu aftur inn á teiginn. Fríða leitir þessu áfram. Unnur í baráttunni sem á Fanney skallar þetta inn fyrir og Valdís lætur hann fara tilbaka á Cecíliu. Það vantaði aðeins drafsælið í Skagakonur. Valdís pressa á hana, kemur þessu á Evu. Eva á Margréti. Fríða gríðarlega sterk í þessari stöðu sem hún að spila núna, hefur verið að spila seinni hluta sumars. Spilaði lengst af í stöðu vinstri bakvarar en seinni hlutan hefur hún verið að spila þarna djúp á miðjunni og baráttan og djöfulgangurinn í henni virkilega frábær. Heyrún að snúa, stingur sér upp í horni á Unni sem að eftir þetta. Unnur fyrir á fjarstöngina. Þessi sildi nú bara nokkuð nálægt stönginni en aftur fyrir hann nú eftir marki í fyrra sem Aldís Silva Heimisdóttir skoraði mitt alveg upp við endamörk út við hotbana. Það var nú sennilega með smá vindi og endaði utan hús. Virkilega eftirminnilegt mark og það má sjá á YouTube-brásun okkar eins og allt okkar efni sem við höfum sendt út. Hafrún Maren næra
vera fyrir þessari sendingu en það innkast sem að gestirnir eiga. Hafrún 16 ára, fædd 2002. Mikið af ungum og efnilegum leikmönnum hér í höllinni í kvöld. Grét með skotið að löngu færi með vinstri. Það svolítið yfir. Sædís á Marinni fær hann aftur. Sædís á Fríðu, hún út á Söndru og gefa þessi góðan tíma í þetta. Sædís síðan með langan bolta, sennilega ætlaðan Heiðrúnu en þær verjast þessu fimmlega. Maren, Fríða, sjáu því baráttan eigin í Fríðu. Eva með Inga fyrirgefi og Hafnir Eva hins vegar kemur honum aftur á Ingu og Inga tilbaka á Valdís upp í hornið. Skal konu verjast þessu. Fríða hafði tíma hana. Sigríður, henni er ítt af boltanum. Samíra í baráttu við Sædísi og fær aukaspyrnu að launum. Þetta er nú töluvert langt frá, þannig að maður veit nú ekki hvort að þetta er skotfæri. Þá veit maður aldrei. Eva Rut Ásólfsdóttir býr sem til að taka þessa spyrnu. Tveggja manna veggur. Og hún tekur skotið, það er himinhátt yfir. Já, hún hafði ekki mikla trú á þessu virtist vera. Tíu mínútur liðnar frá marki Heiðrúnar í jöfnunarmarkinu. Sædís á Karinni, hún kemur þess áfram á Unni, hún á Heiðrúnu. Heiðrún veit af Unni þarna í hlaupinu en Inga sér við henni. Unnur kastar hennar upp að endamörkum á Marinni. Marin tilbaka á Unni sem að missir hann langt frá sér. Og Eva nærast nú að kemur hann á Ingu. Inga hérna, Hrafnhildur Arín verst þessu vel næra hann í boltanum, fer svo fram hjá henni. Vel gert hjá Hrafnhildi, hún á Maren, hún er pressuð. Fríða vinnur boltan síðan, Heiðrún aftur á Fríðu. Fríða á Fanneyju sem að kemst hérna fram hjá. Ekki dæmt eða hvað, byrju hér er Unnur Ýr og Unnur Ýr Haraldsdóttir kemur Skagakonum yfir og vitið hvað Bergdís Fanney Einarsdóttir sem er að keppa við hann um markakóngstitil IA 2018 átti stóðsendinguna, hennar önnur stóðsending í kvöld og Unnur Ýr að skora sitt 15. mark. Já, Unnur Ýr Haraldsdóttir búin að vera yfir við kolan í sumar. Já, þetta er allt annað hjá IA, markið á 58. mínútu
Fáum þetta staðfest hérna á skjánum. Þetta gjörbreytt staða og þetta einhvern veginn miklu skemmtilegra. Fríða á Söndru, Sandra á Heiðrúnu. Hún reynir að finna Söndru aftur, hún ætlast til mikið safinni þarna og Lovísa les þetta auðvitað og setur hann svo bara út fyrir. Bekkurinn hjá gestunum ekki sáttur við þessa ákvörðun. Heiðrún á Fanneyju, Fanney kemst fram hjá Lovísu sé með fyrirgjöfina en Cecilia grípur þetta auðvitað. Þetta er stór og stæðileg. Langur bolti, Samíra eldir, Eva María leggur hann tilbaka á Tori sem að losar hann fram. Það er Janet, skallar hann fram á við. Gunnhildur, en þessi sending ekki á neitt sérstakann. Og Tori enda með hann. Sandra á Fanneyju, Fanney á Marinni en hún er ekki að taka með sér þarna en Fanney er komið með hann aftur. Fanney með fyrirgjöfina, þar er Heiðrún en hún lét sig ekki vaða í þennan skalla en kemur hún síðan fyrir, aðeins og hár fyrir Unni. Unnur í miklu kapphlaupi við Ingu, hefur betur en boltinn á Evu og síðan Ingu sem að losar þetta fram og Fríða er mætt þar í skallaboltan. Sigríður hér á flegiferð en stingur boltanum upp í vinstra hornið en þar er enginn. Já, þannig að sá maður Heiðrún var hikandi við að fara í skallan þarna, eflaust afleiðing af þeim höfuðmeiðslum sem að hún mátti eiga við og lág honum hver sem vill en hún kemur hérna duglega að koma og sækja boltan. Sædís á Fríðu, hún út á Hrafnhildi til spila hérna. Unnur Ýr missir valdaboltanum, Inga vinnur hann að henni. Inga kemur síðan hérna á ferðinni. Hafrún út til vinstri, þar er Eva með fyrirgjöfina. Sædís skallar þetta frá. Þær eru ennþá í baráttunni hérna, Hafrún við það að ná til boltans en allt kom fyrir ekki. Fanney aðeins svo lengi að þessu. Já, baráttan hefur ekkert minnkað í þessum leik þó að mörkunum hefur fjölgað. Eva, Unnur býður sig og fær hann. Unnur sér hérna Marinni biðjum boltan, rétt missir á honum og Lovísa er á undan í boltan og kemur honum frá. Já, það er ekki meiri vandræðum með að verjast þessu núna. Við bendum á að stiklur með mörkunum hjá okkur í kvöld eins og svo oft áður rata á Twitter reikningin okkar fáum mínútum eftir að þau eru skoruð. Þökk sé okkar manni Snorra Kristlisinni sem er á vaktinni heima. Sandra Fanney finnur Söndru aftur, maður vissir hann langt frá sér. Janet Samíra tilbaka á Sigríður fer hægri vinstri, finnur Samíra aftur eða hvað, nei þar var Fanney mætt. Inga skallar þetta fram á við Valdís en Unnur nær valdaboltanum, keyrir hérna út á hliðalínu og leggur á stað. Valdís les þetta vel og gerir vel. Maren missir boltan. Samíra kemur og sækir hann.
Hafrún leggur á stað, frábær sending hjá Samíru. Hafrún að komast inn á vítateiginn, snýr á sig Sædísi, leggur hann á vinstri fótinn, skýtur beint í fangið á Tori, gerði allt vel nema skotið. Fanney á Heiðrúnu, en frábær sending hann hjá Samíru Súleiman inn á varamanninn sem að gerði virkilega vel en náði ekki að skora. Sædís á Karinni, tilbaka á Sædísi, kemur Unnur, býður sig, fær hann, kemur Karinni, Karin tilbaka á Sædísi, hann gefa sér góðan tíma núna. Heiðrún fær hann hérna á kastinu. Já, Skaginn að þetta innkast, segir dómari leiksins sem er búinn að eiga fínan leik, segi ég. Búinn að leyfa þess að fljóta vel, leyfa þeim að takast á. Karen hér að komast í skotfæri, hún lætur vaða og það er hátt yfir. Óhrætt við að láta vaða löngu færi. Karen Þórisdóttir. Skagaliði kemur inn í þennan leik með 2 sigurleiki í röð. Eftir að hafa tapað hérna heima illa fyrir Keflavík 5-1 þá unnu þær Fylki, topplið Fylkis 2-0 í lægsta leik þar á eftir og svo Sindra 6-0 áður að þær mættu hérna á meðan að Afturelding Fram tapaði í síðustu umferð fyrir Keflavík 1-0 og þar áður fyrir Fylki 4-1 og þar áður fyrir Þrótti Reykjavík. Síðast unnu þær leik í deildinni 18. ágúst gegn Fjölni. Hafrún komin hérna núna út til vinstri, reynir stungusendinguna, finnur Samíru sem að reynir síðan að stunga inn á Sýri sem að held ég að vita að hún var rangstæð og ákvað því að elda ekki boltan. Sædís og hér er Berdís Fanney að sleppa í gegn, tekur skotið en það er máttlítið vel framhjá og markspinna sem að Cecilia býr sig undir að taka. Fríða rétt missir á honum, Hrafnhildur, Margrét losar þetta síðan hérna út til hægri. Það var Eva á harðalöpum en nú voru þær farnar að slitna svolítið í sundur hérna gestirnir og Skagalið er að finna klöfur. Heiðrún á Fanneyju, Fanney með fyrirgjöfina yfir á fjarstöngina, Unnur er að halda sig inn á en ekki mikið meir en það. Inga minnum á það að þeir sem er að horfa á þennan leik geta tekið þátt í vali á manni leiksins úr röðum heimamanna. Ef þið farið inn á kfea.is þá getið þið tekið þátt í þeirri kosningu líkt og aðrir áhorfendur sem að hér eru í höllinni. Hvet ykkur til þess að taka þátt í því. Þar eru allir leikmenn Skagans í boði. Ég er að sjá hérna mistök mín, ég hef nú kallað hana Snædísi Lóðadóttur Sædísi allt kvöld, ég byrð stöðlaringar á því. Vona mér sé fyrirgefið fyrir það. Heiðrún út á Fanneyju, Fanney búin að hafa mikinn tíma hérna með fyrirgjöfin á Unni sem að skallar yfir Cecíliu sem að koma hann á móti en
nær ekki að stýra svo markið. Já, það er ekki að sjá að þær séu í mikilli samkeppni markakóngstitilinn með þjónustuna sem Unnur er að fá frá Fanney hér í kvöld. En Fríða missir rétt á honum hérna, Samíra. Kemur Stef. Hér er Hafrún á auðum sjó vinstra megin, leggur hann fyrir Eva María á réttum stað. Það nú orðið smá taktísk breyting hjá gestunum. Lovísa Mjöll sem að byrjaði í hægri bakvarastöðunni er nú komin inn á miðuna. Hér kemur Unnur Ír og hún er með Fanney með sér vinstra megin, sér það og kemur boltanum á hana, skot frábærlega varið hjá Cecíliu í markinu. Þarna ætlaði Unnur að endurgjalda greiðan. Hrafnhildur missir boltan yfir sig, Samíra á Hafrúnu sem að geri vel í að komast fram í Evu Maríu. En hver er mætt til þess að reynsa upp önnur en Fríða Halldórsdóttir? Margrét tekur innkastið. Það er yfir allt. Tori, þarna var smá miskilningur. Snædís bjargaði þessu svo fyrir horn. Inga, Maren pressar á hana. Hafrún búin að eiga fína innkomi hérna. Lovísa með slaka sendingu inn fyrir, en Tori heldur þessi inn á. Það væri nú gaman að sjá ykkur taka þátt í umræðunni og kannski segja ykkar skoðanir inn á spjallinu hjá okkur á YouTube, hverjum ykkur finnst eiga skilið að vera maður leiksins. Það væri gaman að hafa smá líf í því, og þá svo sem úr hvoru liðinu sem er, hverjir hafa staðið upp úr. Valdís gerir vel, Heiðrún snýr af sér einn, finnur síðan Unni sem að er komin hérna upp að endamörkun, leggur hann út í tegin, en þar er Janet Egir, rétt kona á réttum stað. Hafrún gerir þetta virkilega vel, greinilega efnilegu leikmaður hér á ferð, en það tókst mér að jinxa það. Fanney kemur á ferðinni, leggur hann síðan út á Karini sem að tekur skot með vinstri beint á Cecíliu, og Valdís Ósk Sigurðardóttir liggur hérna eftir viðskipti sín við Unni, eftir að hún var að reyna að verjast Unni hérna á hann, og það er skipting hjá Skagakonum. Unnur Ír Haraldsdóttir er að fara að velli, og mér sýnist að vera Róberta Lilja sem kemur í hennar stað, svona frá mér séð. Róberta Lilja Ísorsdóttir, númer 14, kemur í hennar stað. Þá skapast tækifæri fyrir Fanney að jafna markareikningin, en ég veit nú ekki hvort að Valdís er að fara að halda áfram hérna, sýnist einhvern veginn ekki, eða hvað. Nei, hún er að fara að velli, sýnist mér.
það er skipting hjá Aftureldingu Fram. Fyrirliðin Valdís Ósk er að fara að velli, sýnist mér. Og hver er að koma inn á? Það er leikmann nummer 11 held ég, Sara Dögg Ástórsdóttir. Og haldið ykkur nú, fætt 2004. Djúpalögin er rétti staðurinn fyrir unga leikmenn. Hún kemur hérna inn á miðsvæðið og þá fer Lovísa Mjöll í kunnulega stöðu hérna í vörninni. Er að spila með 3 manna varnarlínu núna. Janet finnur Samíru sem að flyttur honum áfram á Sigríði. En Snædís mest þessu vel. Hafrún gerir vel, Samíra virkilega spræk. Slök sending hjá Margréti síðan. Hér er bara innkast dæmt. En nú vona ég að landafræðikunnáttan mín svíki mig ekki, en ég myndi ætla að þær væru frá Ghana, þessar tveir erlendu leikmenn í liðinu. Við þekkjum mína fána rétt, en hér er Fanney að komast upp vinstra megin, hótar fyrirgjöfinni, Lovísa les það, kemur honum aftur fyrir, hotspinna. Valið hjá mér stendur á milli Ghana og Senegal. Það væri fínt ef að Fram TV veit þetta betur en ég og fá þetta staðfest frá þeim, því ég veit þeir eru að horfa. En þeir ásamt fleirum í liði Aftureldinga Fram hafa heillað mig mjög hér í kvöld. En hér kemur Maren með hotspinnuna, Fríða í skallanum, nær ekki að stýra hún á markið. Mikil barátta hérna í teignum. Snædís. Ghana, sko. Það held ég að landafræðikennarar minn sé stoltur af mér núna. En önnur hotspinna sem að Skagakonur eiga hérna stuttum tíma. Tæft korter eftir að venjulegum leiktíma. Ég mun að sjálfsögðu gera mitt besta í að reyna að veiða einhverjar góðar konur í viðtölu hjá mér eftir leik. En það er Fanney sem að tekur hotspinnuna og það er Samíra sem að næra að fleita þessu út fyrir tegin. Eva María leitar upp í hotnið. Mikil pressa á hún. Það er Eva María sem missir boltan út fyrir og innkast. Gríðarleg barátta. Heiðrún hér er brotið á Heiðrúnu. Hér er nú komin smá æsingur í leikinn, en knattspyrnukonur almennt prúðar láta bara kjurt liggja. Sandra Margrét vinnur boltan, kemur honum hérna út á Hafrúnu sem að leggur á stað. Samíra býður sig í vinstra hotnið, fær hann þar. Eva María fylgir henni eins og skuggin eins og hún er búin að gera hérna í allt kvöld. Já, það er ekki gott að segja hvern maður velur mann leiksins fyrir okkar hönd í TV. En
Ég mun allavega að birta minn dóm þegar að nálgast 90 mínúturnar. Hér Maren Leósdóttir að vinna fá boltan hérna úti vinstra megin. Fanney tekur hlaupið upp í hornið en Janet hleypur með henni og nær boltanum. Maren snögg að kasta þessi inn á Fanneyju. Fanney, Janet aftur sér á miðinni. Fríða vel staðsett þarna. Sandra út á Marinni. Maren, Sandra kemur í hlaupið, fær boltan, nær fyrir gjöfinni og Cecilia grípur inn í þetta og ekkert að láta vaða yfir sig þarna. Þessi upp í loft. Já, 10 mínútur eftir, staðan ennþá 2-1. Fínn seinni hálfleikur hjá Skagakonum hérna náðu snúa leiknum sér í vil með mörkum frá Heiðrúnu, Söru og Unnýr eftir að Samira Suleiman hefði komið gestunum yfir í fyrri hálfleik. En þetta er hvergi nærri búið. Sigríður á varamannin Söru Dögg sem fann nú fyrir þessari tæklingu en heldur áfram. Hafrún fær hann hérna upp í vinstra horninu með fullt af plássi, nær hún að kemur sér aftur á hægri fótinn, aftur yfir á vinstri, kemur honum fyrir. Fríða reynsa frá. Inga. Janet. Lovísa í vandræðum, Fanney vinnur á henni boltan. Ekkert dæmt. Sara út til hægri, Sandra verst þessu vel, kemur síðan hár bolti hérna inn á teginn. Samira kemur á móti nær honum. Snædís les þetta og boltin aftur fyrir. Þær eru ekkert hættar. Þær vilja tryggja sig bara hérna í kvöld. Það er engin tími eins og núið. Það er ekkert hægt að treysta á eitthvað sem á eftir að koma og það er vita það svo sem. En hóttbyrnan, það er Margrét sem að tekur hana. Þessi er fasturinn á tauginn yfir allt saman. Gott að bjarga á línu. Sandra vel staðsett þarna á stönginni. Lovísa út á Margréti. Kemur honum aftur fyrir og þar er Samira í dauðafæri en stýrir boltanum yfir markið. Það má ekki sofna á verðinum. Eitt augnablik. Skagakonur. Þá er skipting hjá Skagamönnum eða konum. Karen Þórisdóttir fer að velli. Í hennar stað kemur Aldís Silva Heimisdóttir. Nú er nú spurning hvort að einhverjar taktískar breytingar eigi sér stað. Karen miðjumaður og Aldís Silva er nú meira svona sóknarþengjandi. Dettur í huga Heiðrún. Sara detti þá örlítið aftur á völlin. Fanney gríðanlega barátta hérna. Heiðrún til hægri. Róberta tilbaka á Hrafnhildi. Hrafnhildur með langan bolta í áttina Aldísi. Inga les þetta vel. Heiðrún aftur fram á við. Heiðrún fær boltan síðan aftur. Sendur hann út til hægri á Róbertu sem hann nær ekki valda þessari sendingu. Sara Margrét. Hún yfir á Lovísu. Lovísa framlengjar hann út á kantinn. Snædís les þessa sendingu.
Snædís reynir að þræða hann nálarvegað og það er bara allt og þröngt. Kemur löng sending, of löng fyrir Sigríði. Margrét fær hann hérna út í vinstra megin. Fyrirgjöfin, Samíra nær skallanum á markið en framhjá. Samíra búin að vera að minna á sig núna síðustu 5 mínúturnar. Heiðrún í baráttunni hérna við Gunnhildi. Sendingin fyrir, það er Aldís Silva leggur hann tilbaka, reynir að finna Fanneyju, tekst ekki, Gunnhildur leðst það. Lovísa síðan fram á við, Snædís skallar hann fram á við, Heiðrún kemur og sækir hann, finnir Marinni og hann vantaði lítið upp á hann, fyndi Aldís Silvu sem var að taka hlaupið inn fyrir. En í staðinn kemur hérna Hafrún upp vinstra megin, Hrafnhildur til varnar og Hafrún kemst fram hjá henni, nær skotinu eða hvað. Þetta er vel fram hjá, ágætlega gert hjá varamanninum unga. Ég ætla að minna aftur á meðan þið hafið tækifæri til að fara inn á kfa.is, taka þátt í kosningu á vali á manni leiksins úr röðum heimakvenna. Hvert atkvæði skiptir máli í lýðræðisþjóðfélagi. Róberta fær hann hérna úti hægra megin, stingur síðan upp í horni á Aldís Silvu, Janet er á undan, Aldís Silva eltir áfram, Cecilia hreinsar þetta fram á við og Hrafnhildur setur hann út fyrir. Hafrún og Söru leika hérna saman vel varamennirnir. Hafrún með aðeins og fasta sendingu á Margréti. Fríða, vel gert hjá henni. Róberta mikill í baráttu, Margrét skallar hann út fyrir. Róberta tilbaka á Hrafnhildi, lyftir þessu síðan fram á við, Janet skallar frá, Sara tekur hann niður, skiptir síðan yfir til hægri, Snædís skallar það frá, Gunnhildur í baráttu við Marinni, Marin brotleg, mikill ákafi núna í þeim svörtu. Allt Skagalið komið tilbaka að verja þessa forystu. Fastu boltinn á teginn, Fríða kemst fyrir. Snædís, þarna vilja gestirnir fá vítaspyrnu fyrir hendi. Ég er ekki viss að þetta hafi farið í hendina á henni, en krafan var skýr. Og þetta er að sjálfsögðu hægt að horfa á aftur með því að spóla tilbaka og þá væri gaman að sjá og fá að heyra frá ykkur hvort að satt er, en Róberta Lilja er hér við að sleppa í gegn en Inga gerir vel í að stoppa hana. Já, það var ekki gott að sjá það hérðan sem við erum, hvort að boltinn fór upp í hendina á Snædísi þarna, og svo vaknar spurningin hvort að þetta er, ef hann hefur farið í höndina, hvort þetta hefur verið bolti í hönd eða hönd í bolta. Þetta er opbóðslega loðið og erfitt alltaf.
kynna þessum reglum sem að hreinlega liggur við krefjast var dómgæslu. Heilgert hjá Fríðu, finnur Róbertu, missir hann aðeins frá sér. Hafrún í mikilli baráttu. Hrafnhildur finnur Fanneyju sem að kemur með hann aftur hérna út á Hrafnhildi sem að losar hann inn á teginn. Janet skalla frá, Heiðrún lætur vaða. Heiðrún Sara Guðmundsdóttir valin maður leiksins af stuðningsmönnum í kosningu, þannig að kosningu er lokið og það er komið að mér að velja mann leiksins fyrir hönd IA-TV og ég get alveg verið sammála þessu. Ég var þó með annað nafn í huga sem að hefur farið mikinn hérna í síðari hálfleik, lagt upp bæði mörkin. Bergdís Fanney Einarsdóttir fær mitt atkvæði þó að Heiðrún og fleiri svo sem væru vel að þessu komnar en það er munurinn á þessari kosningu og okkar vali að annað er lýðræðislega ákvörðun, hitt ekki, þannig að það er enginn til að ég fengja mitt val hérna. Hér er Fanney að baráttunum við Janet sem nær að vinna henni boltan, gerir það virkilega vel. Heiðrún Sara brýtur síðan á, Janet gæti hæglega verðskuldað, hefði geta verðskuldað gult spjald, myndi ég halda. En við þökkum fyrir upplýsingar frá áhorfendum að það hefði sennilega verið mjög harður dómar að dæma víti þegar að gestirnir vildu fá dæmda hendi á Snædísi Lóðadóttur. Janet Grimm hérna kemur fram með boltan, finnur Margréti út í vinstra megin sem að kemur boltanum fyrir en allt og innarlega og Tori grípur þetta næsta auðvitað. En ég minni á það, ég ætla mér að stökkva hérna niður á völl og reyna að grípa eins og tvær Skagakonur í viðtal. Hérna er ekkert dæmt, aukaspyrna dæmt, hann ákvað að sjá hvort það spilaðist úr hagnaði og aukaspyrna hérna. Já, ég myndi segja skotfæri fyrir suma leikmenn eins og þennan númer 18 sem að ætla sér að taka þessa spyrnu. Hún séð hana skora hreint út sagt ótrúleg mörk en hún ætla nú að, hún tekur skotið, það er framhjá. Gríðarlega góður spyrnumaður. Cecilia spyrni frá, finnur Hafrúnu, Róberta Lilja nær að vinna henni boltan en Hafrún gefur sér ekkert með þetta. Vinnur síðan boltan af Hrafnhildi, stingur upp í vinstra hornið þar sem að Sara eldir og Fríða á eftir henni og dæmt aukaspyrna á Fríðu fyrir peysutog og fínasta tækifæri hérna fyrir gestina í uppbóta tíma og þjálfari gestana vill fá alla inn í teig og Cecilia henni er sagt að bíða en hún er hérna á miðlínunni komin inn á vallarhelming Skagamanna hins vegar. Þetta gæti verið stór hættulegt. Kemur spyrnan og það kemur skalli og Tori ver. Þarna skall hurðin á hælana nánast og boltinn út fyrir. Ég sá ekki hver átti skallan en Tori varði þetta fimlega. Var þetta síðasta tækifærið fyrir gestina að snúa þessum leik aftur sér í vil? Já, það var það. Leik lokið. 2-1 heimasigur hérna. Samira Suleiman kom gestunum yfir í fyrri hálfleik verðskuldað. Fyrri hálfleikur var nánast einn afturheldingar fram en Skagakonur svöruðu strax í upphæfi síðara hálfleiks þegar Heiðrún Sara Guðmundsdóttir jafnaði
Á 47. mínútu Unnur Ýr Haraldsdóttir bætti síðan við seinna markinu á 58. mínútu og þar við sat þrátt fyrir að gestirnir hafi komist ansi nálægt til að jafna hérna í uppbóta tíma. En ég ætla mér sem sagt að stökkva hérna niður á völl og sjá hvort ég næði ekki að lokka Helenu Ólafsdóttur og já, mér datt í huga að spjalla við Unni Ýr Haraldsdóttur líka. En þannig að farið ekki langt. Arnar. Já, hér er ég komið með Unni Ýr Haraldsdóttur, einn annan af markaskorurum Skagans í kvöld. Þetta var erfiðari leikur en með bjóst við fyrirfram. Já, þær eru bara með hörkulið og við vorum ekki alveg að hitta okkar dag. Við hefum viljað skora fleiri í fyrri hálfleik, við vorum bara ekki með í fyrri hálfleik, en við snerum þessu við og unnum vinna leik og maður þarf líka að vinna leiki sem maður er ekki á sínum degi. Þú ert núna búin að skora hvað, 15 mörk í deildinni, einu marki meira en Fanney. Ég verði að fá að kynda undir, er ekkert svona, engin svona pínu spenna á milli ykkar eða svona í góðu hvor skorar fleiri mörk í sumar? Nei, ég hef ekkert ekki eftir því sko, við bara grínumst með þetta, við erum bara í þessu saman og skiptir ekki máli hver skora, við erum marga búin að skora í sumar og bara ég rána með hvað við erum búin að skora mikið af mörkum, ég bjóst sjálf ekki við því að ná að skora 15 mörk en þetta er bara flott og vonandi höldum við áfram að skora bara. Þetta tímabil er klárlega framför frá því fyrra, ég meina við erum ofar í töflunum með fleiri stig, finnst þér þetta allt saman vera á réttri leið? Já, algjörlega, við erum með mjög ungt og efnilegt lið og síðan erum við með nokkrar svona eldri og við erum komið 10 stigum meira enn í fyrra og ætlum að vinna síðasta leikin og fara upp í 40 stig sem við verðum bara rosalega sátta með og við getum ekki fara neðan í 3. sæti og við erum bara sátta með það og getum byggt ofan á það. Þú myndist á þessar nokkrar eldri, erum við að fara að sjá þær halda áfram á næsta ári? Það er spurning, við erum nokkrar, svo ætlum við allavega að taka okkur góða pásu, við erum allar byrjaðir í skóla og svona núna og ætlum að hugsa okkur aðeins í pásunni en þetta er svo ógeðslega gaman að það er erfitt að hætta núna að við skoðum þetta allavega. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel í síðasta leiknum. Helena Ólafsdóttir er hérna á hliðarlínunni hjá mér.
Jæja, Helena, þetta var svona frekar torsótt í kvöld. Já, þetta var eiginlega kannski bara svolítið eins og fyrirleikurinn. Þá gerum við jafntefli á móti þeim og svona stig sem við sjáum svolítið eftir. En og ég átti alveg vonaðum hörðum, þær hafa fengið á sig fá mörk, ég held að það sé búin að fá á sig færri mörk en við. Og það er ekkert auðvelt að brjóta það niður og það eru líkanlega sterkar og annað en mér fannst þau svona ekkert eiga okkar besta leik en það er mikilvægt að klára. Nú var þetta bara eitt leikur eftir að þessu tímabili. Ertu sátt við þróunina, þetta tímabil versus tímabili í fyrra til dæmis? Finnst þér að vera á réttri leið? Já, við erum sáttar við þróunina því að við náttúrulega vorum með 27 stig eftir mótið í fyrra. Við erum konar í 37 núna. Við ætlum að fá 40 stig. Það nægði að fá 36 í fyrra til að fara upp. Þannig að við ætlum að bæta stigameti, það hefur tekist. Við ætlum að fá á okkur færri mörk. Við erum svona aðeins undir því sem við fengum í fyrra, fullt af markmiðum að nást og já, mér finnst þróunin á mörgum leikmönnum miklu, þær eru að þróast í rétt átt og við þurfum enga að kvíða hér. Svo var náttúrulega þriðji flokkur kvenna að spila til úrslita Íslandsmóti í gær. Það hlýtur að gefa okkur einhverja svona vonum að það sé bara nokkuð bjart framundan í kvennaboltanum á Skaganum. Já, ekki spurning. Það var gaman að sjá þær á sunnudaginn og eins á fimmtudeginum áður á móti Breiðablik sem er nú bara sigursælasta lið landsins þessa stundina. Og þetta er árgangur sem við bíðum spennt eftir og þar eru að koma mjög margar skemmtilega stelpur upp og framtíðin bara björt. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel í síðustu umferð. Þá held ég að við förum bara að segja þetta gott hérna úr Akranesshöll. Síðasti kvennaleikurinn okkar í sumar. Það er búið að vera virkilega gaman að fylgjast með stelpunum og vonum að þið hafi notið kvöldsins með okkur. Örn Arnarsson heiti ég. Með mér í þessari útsendingu var Arnar Óðinn Arnórsson á myndavélinu og stjórn útsendingar var í höndum Ingimars Elfars Ágústssonar. Þangað til næst, eins og ég sagði áðan, veitum við ekki nákvæmlega hvað það verður en við veitum nokkurn veginn hvenær það verður. 22. september bíður okkar, þá ljúkum við fótboltasumrinu formlega á IATV. Við tekur körfuboltinn í vetur en þangað til næst muniði að við eigum öll bara eitt líf.